þekking og formúla ég með Gunnar Birgisson og mækaran með mér eldsnemma á mánudagsmorgni. Er það ekki eitthvað jólalag? Já, örugglega. Jú, þetta eitthvað jólalag. Hvenær kemur jólalag jólalag með Hjamma? En þetta Money in the Bank, held ég. Maður býður ekki með það, þá getur maður svona alveg komin á desperate. Jú. Það mikið af penningum hann. Það ekki? Jú, í jólalögunum, jú. Já, við vorum allir að vaka í nótt, strákar, Mexíko, England, þetta var... Já, svona, við vorum að vaka mismikið, en þessi voru svo í hálfleik. Hvernig þetta var svo í hálfleik í Mexíko, England, það 2-1 og það bara, ég fór bara og fekk mér eitthvað 2 orkudrykki í hálfleik, ég var svo peppaður, sko. Er þetta grínast það? Ég hefði aldrei í lífinu getað sofnað, ekki séns. Þessi sofnaði bara í hálfleik. Ég tók seinna hálfleik klukkan 7 í morgun. Já, vel gert, það má líka En við vorum svolítið að horfa á Mexíko England í nótt og þessi leikur var náttúrulega bara gjörsamlega sturlaður. Það hitti búið að vera svolítið lokaðir þungi leikir undanfarið og í 16 úrslitunum og Þarna komið skemmtikraftur en englendingarnir inn. Þetta var besti landsleikur Englands í tíma því að þeir eru náttúrulega aldrei verið í hálfleik en framistöðun og Jude Bellingham í nótt var náttúrulega bara Hann öðru liðið bara Já, hún var bara upp á 10. Málega 1 í samt. Mexíkó-liðið ekkert eitthvað, það eitthvað rosalega. Nei, og það kom í ljós líka svolítið síðustu 20 mínútur. Að þegar maður hélt, hann tekur Harry Kane út af, hann neglir inn sko bæði Spence og Dan Burn á sama tímapunktunum og ég sagði bara, þetta allt á snemmt, það eru 25 mínútur eftir. Að því að þá vissur England myndi ekki fara yfir miðju í 25 mínútur. Það bara komið þannig leikmenn inn á að þá fóru sóknir á Mexíko að verða miklu slakari fyrirgjafirna bara aftur fyrir marki einhver langskot og þeir mistu kraftin Hvað segir þú Gunni? Ég var ekki að veðja, sko, ég held að Mexíko færi áfram fyrirfram, þá var ég ekkert að tala eitthvað, sko, gæði liðana eitthvað svoleiðis, ég hugsaði bara Azteca Mexíko þetta tap ekki þar og svo hugsaði ég náttúrulega bara þessar aðstæður að fara upp í 2200 metra hæði við sjáumali, þetta ekkert grín En ég ætla að hvetja ykkur til að þegar við erum búinir þessu að kíkja á þetta grín sem búið að tala núna í marga daga og hann náttúrulega fellur í pittin hann Gunni, þú veist það var lýtsverðin að körfuboltalegi í gær en ég afsakan 82 leikir, ég er búin að vinna 70 fariði og googliði hvaða 70 leikir þetta eru Það eru 8 á móti Honduras, það eru 7 á móti El Salvador, það eru 1 leikur á móti Brasilíu og það eru 2 leikir á móti Belgíu af þessum 70. Kíkið á þetta, ég hvet ykkur til þess. Þetta eru leikir sem Ísland hefur unnið 69. Þeir eru bara búin að tapa 3 leikjum. 2. Já, móti Honduras meðal annars og öðrum, en skoði leikinu sem það unnið. Þeir hafa ekkert verið að spila hennar stóra leikið Nei, en það er svo mýtt að skoða það núna þegar við dótnir út Fyrir næstu keppni Já Ef maður ætla að halda áfram að rögla þetta Herðu, það er fyrsti leikur Gunnar, Portugal, Spánn Sko, þetta ætti náttúrulega að vera einhverju þvílíkur erkifjandaslagur En ég er svona stuðningsmenn þess að liða Mín kynni af stuðningsmenn þess að liða Þetta er ekki miklir, það er ekki mikið lætið þessu stundum. Þetta er bara að skipta treyjum í hálfleik þetta er bara half and half sko. Er í lagi fólk? Já, þetta er bara half and half. Sko, Hvernig sjáu þetta? Er mig ekki að minna rétt? Var það ekki á EM? Þar sem að þessi leikur, það voru einhver 15 spjöld. Manstu þetta leik? Þetta er EM, langar mig að segja 2008 eitthvað svoleiðis. Já. Mér rámar eitthvað í þetta. Ég var bara að hugsa þetta núna Portugal hefur allan að vera í svoleiðis leikjum Já, af því að þú varst að tala um að Það var ekki læti í þessu Já, það var ekki læti í þessu Sko, ég sé þetta sem Spánarsigur Ég held að það verði ekki eitthvað, þú veist, þetta verður ekki marka veisla en það verða 3 mörk Það verða 3 mörk alltaf Já. Ég sé þetta 2-1 Spánn 2-1 Spánn Og Jarsabal með allavega 1 Ég bara er náttúrulega sjálfsögðu mjög spenntur fyrir þessum leik það segir sér sjálft Þinn maður Ronaldo Minn maður Ronaldo mun byrja Ronaldo náttúrulega portugalska lið betra með Gonzalo Ramos það mín persónulega skoðun en Ronaldo mun betri í þessari keppni heldur en til þess að hann var á EM 2024 hann ekki búin að vera eitthvað slakur í þessari keppni alls ekki Hvað sér þau?
hann bara búin að snerta boltan inn í teig sko, hann snerti boltan einu sinni inn í teig Já, Haaland snertir hann ekki oft inn í teig sko, en hann bara vinnur alla leiki það var eins og þau þurfum örstu það var en málega Ronaldo alltaf ekki búin að vera bara standa á báðat höndum hann alveg búin að vera að vinna fyrir liðið og hann búin að vera eins og móti í síðasta leik, hann var bara allt í lagi sko. Og leiknum sem við fórum á hjá mig á móti Kólumbíu í fyrri áleik þá bara var hann nokkuð duglegur sko. En ég veist, hann ekkit einhver Haaland eða Kane eða eitthvað svona skilur en þessi leikur snýst bara það að mínu mati hvernig Roberto Martínez stillir upp liðin í kvöld og ég var náttúrulega að halda áfram með þessa miðju með Vitinha, Neves og Bruno Fernandes það bara vinnur Spátn það mín persónulega það svoleiðis, já, ég svolítið sammála Gunnar, ég held að verður ekkert einhver high-flying leikur, ég held að verður lokaði leikur Nei, ég held að verður opið því Portugal þarf að koma Mér finnst þú bara grófur að sprá sko 3 mörgum Já, ég sé þetta bara 2-1 Spátn og ég væri nánast til í að fara á korrekt skor Já Þú veist þar Ég held að Spátn komist yfir Svo jafna Portugal og Spátn vinnur þetta á svona kannski 75 Strákar, ef við förum öst í næsta leik Bandaríkja Belgía þeir eru náttúrulega búin að Trump náðaði Balogun Þetta bara ótrúlega ákvörðin sögu fótboltar Nei, það bara þannig Hvað er þetta Gunni? Hvað ætla Englendingar að gera núna með Kvansa? Spila hann bara næsta leika? Balogun, gamli Arsenal-maðurinn, það búið að náða Herri, hann á skilorði að ef hann brýtur af sér sambærilegt brot eða þar að segja fær aftur rautt spjald að þá verður hitt bannið virkað líka hann á skilorði sko þannig að ég hef aldrei heyrt þetta áður sko. En þetta er helviti fúlir eðlilega því að þetta einn mikilvægasti leikmaður bandaríska liðsins og belgarnir væntanlega búin að undirbúa sig þannig að Bandaríkin spili án Balogun Núna væntanlega þarf allir sá undirbúningur að fara í rusli því að þetta breytir allir leikmyndinni fyrir þessa fréttir þá ég talið að Belgía færi áfram núna get ég alveg séð Kanada fara áfram sko. Og það er eitt sem er 200% í þessu lífi það er það að Balogun skorir í þessum það er ekkert örugara í lífinu Ég held að skora ekki en ég held bara að Trump Heldur að fleiti Bandaríkjanum hvernig sem áfram Máli þetta er ekki fyrsta móti sem ég sé heimalið sem Bandaríkjabúin eru búin að vera góðir eru kannski ekki búin að spila á móti einhverju frábærum liðum þeir pressa vel og ég meina þeir eru bara búin að vera mjög skemmtilegir en máli bara það að þess heldur var þessi sigur í Englandi svo stóri nótt að heimalið eru bara alltaf með eitthvað auka og ég bara þangað til daginn sem ég dey þá mun ég aldrei gleyma deginu sem að Suður Kórea slóðu Ítalíu 2002 ég mest að dómar og þetta verður bara svipað það mun bara allt verða gert til að Bandaríkin komist í undanúrslit þessari keppni en þeir trúi nú ekki fara ekki Spáni ef þetta rætist ykkur að Spátn vinni Portugal en það mun allt verða gert Mexiko líka heimaþjóðarna en hún aðeins minni heimaþjóð skilur þess að á Englendingar að klára þetta það er bara, ég held að sé bara búið að græja það með dómurum leiksins og fleirum og byrja á þessum Balogun leikriti að Bandaríkin vinni Belgíu Já, ég held að verði allan helviti mörg auga á þessu leik og ég held að sé ekki út af því að Bandaríkin með eitthvað betra lið heldur en Belgía Það er aðgrætt að fresta Stóri ákvarðanir munu detta með Bandaríkjunum í þessu leik Það er aðgrætt þegar að senka þessu leikjum klukkutíma þegar maður er tilbúin 12 og þetta byrjar 1 Ég var bara ánægður með það Þetta er bara betur undirbúning hverju leikin Held meiri í þig Nei, ég var ekki hella neitt í mig Ég var bara blá Ég bara fókus á leikin Er Palestínum að dæma þennan leik Bandaríkja-Belgía Atam, Muhammad, Tuma Makatme Hvað heldur að Trump sé búið að setja í vasan á honum? Nei, ég bara sé þetta allt Ef það verður einhver vafandur það verður allt vitt Hvenær var Mexiko í eina skipti í sögunni 8. úrslit? Já Hvenær? Ég man það ekki Það hefur vendalega verið í Mexiko 1986 Þegar það var í Mexiko og málega það að ef þessi leikur væri bara í Þýskalandi þá væri Belgía trúlega að fara að vinna Bandaríkin Mike Ósofin er alveg erfiður Ég bara að segja ykkur þetta Ég sá þetta bara, ég meina þeir reyndu dómgæslan var alltaf lægi í þessum englandsleiki nótt en þeir reyndu alveg að koma Mexiko áfram það var bara svo gott líka að fá England áfram en það græðir enginn á FIFA og því að Trump þetta að fá Belgíu áfram þetta er bara smá land Strákar, ef við förum úr conspiracy theories og yfir í að búa til seðil úr þessum tveimur leikjum Úr þessum tveimur? Já
Hvað getum við gert? Sko hinga til höfum alltaf bara að vera að gera seðl úr 3 leikjum og 4 leikjum. Eitt sem við getum gert. Við getum gert bettbildir úr báðum. Það er svolítið skemmtilegt. Getum alveg gert það. Þannig að við förum í fyrir leikin bara Portugal Spán. Hvað er svona öruggt að þið sjáu hérna? Þið eru sérfræðingarnir. Sko. Er þetta ekki undir 3,5 mörg? Þið viljum náttúrulega örugglega ekki fara í það. Nei, ekki bara glemdu hugmyndinni. En bæðileg skora. Já, ég held að skori bæði þessu leik. Bæðileg skora, Mér finnst þið vera hérna að vannmeta Portugalina sko. Ég held að Portugalina ná þessu leik í framlengingu en ég ætla að leyfa Gunna, hann er nýr hérna. Ég ætla að feskur og hann má ég ætla að leyfa hann að kalla þetta. En ef við tökum bara method of victory að leikurinn vinnist í 90 mínútum. Ég held að þessi leikur fyrir ekki framlengingu. Hvað er hægt að finna? Nei, þú ert að taka annarkvort lið. Verður maður að taka annarkvort lið? Ég verður að taka annarkort lið. Er það þá Spán? Það bara segir að Spán. Nei, ef þú fer aðeins neðar. Method of victory, nei, ég held að það sé ekki hægt. En hvað vorum við með þarna? Hvað var fyrsta byggið? Yfir 2 bæðileg skora. Bæðileg skora. Sko, svo getum við náttúrulega farið í, sko, og Jarsabal mun alltaf ná skot á markið til dæmis. Já, kíkjum á hann. Skotleikmanns. Það er komið djúpan gæði, ekki Gilsar og ekki svona djúpan. Nei, Gilsar er ekki svona djúpur. Sko, ef þú fer í skot leikmanns á markið þarna fyrir ofan þarna, Mikael og Jarsabal ferði 1+ þarna bara 2.15, ok, förum við næsta leik. Taktu yfir 6,5 hot, sjáðu hvað fyrir. Það er rosalega mikið á hotnum í þessu leikjum sko. Vist vel á það, vist mjög vel á það. Prófa það bara 6,5, sjáðu hvað það hækkar. Já, flott. 6,5. Förum við næsta leik. Bandaríkin Belgía. Ég held bara Bandaríkin vinni Belgíu. Það er mín persónulega. Það er svoleiðis. Ég held það. En ef þetta er bettbildar og svo sem alveg hægt að skoða hvað 1x er, það er fýtt stuð. Já, fýtt að setja 1x. Gerum það. Ég held að Trump hann sé búin að greiða þetta. Þarna. Og þennan. Nei, það má ekki. Jú, eftir að velja eitt viðbútt bara. Við erum bara að fá eitt viðbútt. Já. Við erum að velja núna fyrir þá sem eru að hlusta, þá erum við að velja núna. Vil ekki bara setja Balogun skjóta markið? Já, Balogun skýtur á markið, það er flott. Hann er alltaf að fara að skjóta markið, við veitum það. Ég var að setja 2 svar. Ég er mögulega einu sinni bara. Einu sinni. Hvað fáum við í stuðul á þetta? Taktu bara hotni líka þarna yfir 6,5. Já. Herru, 5,63. Það var kemur sama bett á bæði sko. Já. Geðvikt. Geðvikusill. Já. Þú veit ekki Gunni, maður fær svona fagmenn sko. Já, hann er alveg, ég var að tekja eftir þessu strák, hann er alveg rosalega faglegur í öllu sem hann gerir. Það er svona kallar að mánudagsmotni kljóna. Já, aðalega mósað. Hann misti, hann ber svo mikla virðingu fyrir hann hrættu við, hann misti að setja það við nóg, svo hann myndi ekki stóða við sig. Takk hérlega fyrir að koma, við sjáum ykkur aftur á morgun vonandi. Lífið heil.